Komið sæl og velkomin í umræður með oddvitum þeirra sem bjóða fram í sveitarstjórnarkosningum á Seltjarnarnesi í vor. Umsjónarmaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Á Seltjarnarnesi búa 4700 manns og í bæjarstjórn eru 4 fulltrúar D-lista sjálfstæðismanna í meirihluta og í minnihluta eru 3 fulltrúar frá S-listanum. Í vor eru framboðslistarnir 3 og hingað á bókasafn Seltjarnarnes eru komnir oddvitar þeirra og ég ætla að biðja ykkur að kynna ykkur. Já, velkomin á Seltjarnarnes. Ég heiti Þór Sigurgeirsson og er oddviti sjálfstæðismanna. Ég heiti Skafti Harðarsson og er oddviti Miðflokksins á Seltjarnarnesi. Ég heiti Kristinn Ólafsson og er oddviti Samfylkingar, Viðreisnar og Óháðra á Seltjarnarnesi. Og þegar menn eru allir búin að gera grein fyrir sér, þá er bara hægt að byrja. Og svona, fyrst að heyra, kannski bara svona stuttlega, af því hvað brennur heitast og hvað, já bara hvað verður kosið hérna á nesinu eftir tæpan mánuð og við ætlum að byrja þar sem við enduðum áðan. Kristinn. Já, takk fyrir. Í okkur finnst fjármálin vera kannski eitt af því sem er hvað alvarlegast í dag, eitthvað sem brennur mest á okkur. Við erum búin að horfa á núna einhver 10 ár þar sem búið að vera að reka bæjarsjóðinn með neikvæðum hætti og undanfarin ár hefur gengið illa að halda í áætlanir. Auðvitað hefur ýmislegt komið upp á, en það er svona okkur finnst vanta betra skipulag og betri stjórn á hlutunum. Við erum með fullt af eignum sem eru að mygla og eru að lenda í alls konar vandræðum og það er kannski vegna þess að þeim hefur ekki verið sinnt sem skildi. Og þetta hefur bara skapað mikil vandamál og miklar áskoranir. Og síðan bara viljum við samlega þessu, bara standa vörðum þessa lögbundnu þjónustu sem við höfum hér. Seltjarnarnes bær er þekktur fyrir að hafa góða skóla og við erum með öflugt starf fyrir og það þarf að standa vörð það. En ef við förum að fjárhagsstaðan er ekki í lagi, þá verður flóknara að halda úti þessari lögbundnu þjónustu og styðja við fólk. Og svo svona síðust það bara betri bæjarbragur að og við söknum þess að hér fyrir einhverjum árum var svona líflegra og skemmtilegra hér á Seltjarnarnesi og við viljum bara leggja okkar að mörkum að sjá hvort það sé ekki hægt að trekja það aftur í gang. Þór. Já, takk. Það verður kosið fjölskylduna, málefni fjölskyldunar og fjármálina vissulega. Öll mál eru kosningamál í okkar bæ og öll mál ratina borði okkar í bæjarstjórn. Það er bara vert að huga því og Kristinn bendir á að hér eru góði skólar. Grunnþjónustan er og verður alltaf númer 1 hjá okkur hér í þessum bæ. Og þar stöndum við sjálfstæðismenn vörð alla daga, alla klukkutíma, allan sólarhringinn. Vissulega rétt að við höfum lent í áföllum á kjörtímabilinu. Við ætlum til og með ekki að fara í viðgerðir upp á rúmlega 1 milljarð á skólahúsnæðum. Við ætlum bara löngu byrja að byggja leikskóla sem nú blessunarlega rís. Þannig að hér er búið að vera nóg að gera, nóg fyrir stafni og ég held að íbúar séu einmitt ánægðir með þá framkvæmdagleði sem er í gangi nú þessar mundir. Vissulega höfum við lent í þessum áföllum og vert er að benda bara strax á það að hér er afar hátt hlutfall af efnahagsreikningi bæjarins er bundið í lífeyrisskuldbindingu sem er erfitt að eiga við og við höfum raun ekkert með að gera eða segja. Kjarasamningar hafa áhrif á þær og við kannski komin inn á þá eftir. En við göngum bjarti til kosninga og bjartir nývorið. Skafti, ef þú færð að klára þessa stuttu fyrir. Já, eins og venjulega þá hafa báðir nokkuð til síns máls og ég er sammála Þór að bæði hafa orðið áföll hjá bænum fjárhagslega og sömulegis vil ég ekki gera of mikið úr þessum lífeyrisskuldbindingum. Það bera í fyrsta lagi ekki vexti. Þetta er áætlunin í framtíðina og ef við tökum skulda viðmið bæjarins þá er það bara alls ekki slæmt. Það sem ég lít hins vegar á er að auðvitað þegar komið að þessi fjármálum sem er kannski fyrir flesta ekki skemmtilegasta kosningamáli, þá veltufé frá rekstri á bænum mjög lágt eins og kemur út núna upp á síðkastið og ég horfi til þess að þegar þessi miklu mál er yfir staðinn að þá er bæjarsjóður í raun bara í ágætismálum. Ég ætla ekki að gagnrýna það, hins vegar tel ég að það þurfa að ráðstafa því fyrir með mun skynsamlegra hætti og það sem Kristinn segir er líka hárrétt. Mygla er ekki eitthvað sem allt í einu var dregið upp úr hatti. Það eru auðvitað afleiðing af áratuga löngu viðhaldsleysi vegna þess að stjórnmálumönnum finnst svo leiðinlegt að sinna viðhaldi í stað þess að sinna nýbyggingum og borðaklippingum. En viðhald er bara eitt, ég segi stundum að það á bara hreinlega að vera leiðinlegt að reka bæ.
vegna þess að við eigum að sinna þessum daglegu verkefnum sem skipta alla máli frá degi til dags. Nú, skipulag, hvað var það á skóla á hana? Jú, hér á Nesi alveg frábært að búa, alveg frábært. Það margt mjög vel gert, en við teljum líka að sé óskaplega margt sem við getum gert enn betur. Bæði hvað var það útlit bæjarins og ekki síst rekstur og skipulag og svör við íbúum bæjarins. Og ef við höldum okkur nú við þetta sem að Skafti búin að gefa einhverjum fyrir eitthvað leiðilegt umræðefni, en þá það samt að reksturinn kjölfestan í þessu öllu saman og eins og oft þá sjá menn þetta kannski, þetta kannski ekki alveg gjör ólík sín sem þið hafið á sig fjármál, en samt það nú alveg svolítið munur á og Þór. Og það alveg bara að spyrja fyrst samt svona konkrétt hvernig viltu bæta stöðuna og líka, er þetta sem þú ert búin að nefna skýringar á því að það halli á sveitarfélagi þar sem að útsvarstekjur og mann til dæmis eru hærri en nokkuð staðar annars staðar á landinu? Já, við erum svo lánsum að vera hér með tekið háa íbúa og sem gefur bæjarfélaginu eitt sterkasta útsvar per haus á landinu, eins og bendir réttilega á. Við sjáum bara svo þróun sem við hóum eftir ásækning 2023 sem var þá 790 milljónir mínus eftir þessa skelli sem við fengum í skólahúsnaðanum. Svo þróun sem varði í fyrri ásækningi 2024 sýndi 680 miljónir króna viðsnúning. Þannig að við hóum þessa vegferð þá og erum á henni. Það sem setur aftur mútið strikið reikningin fyrir okkur þetta árið eru þessi KÍ-samningar sem komu inn sem voru að mínum mati fráleitir og voru kannski cirka 20% umfram það sem við áætluðum í okkar bókum. Við erum að súpa segja því í dag með í raun, það helsta skýringin á frávikinu sem núna í okkar ásetningi og ég vil meina að það sem snýra okkur og við höldum áfram þessari þróun, styrkjum grunnþjónustuna, við eigum borð fyrir báru í ýmsum tækifærum hér í bæ. Við erum til að mynda með vannýtt tækifæri í mögulega ferðarþjónustu, við erum tildulega með vannýtt tækifæri í þróun á einhverju atvinnuhúsnæði og þeim reitum sem við eigum eftir óskipulað. Þannig að ég bara tildulega bjartsýnn og bara dreg lofti bara onni í lungu og fer bara kátur inn í þetta. Ég bara hlakka til. Skafti, þú talar það, þetta sé nú kannski ekki svo slæmt eftir allt saman en hafi samt þurft að sína meiri fyrirhyggju. Hvernig á að bregðast við? Hnaut nú líka annað að það ekki bara það að við höfum hátt útsvar, það að segja tekjur útsvari per íbúa, heldur þegar við fórum að skoða þetta þá tekjurnar af fasteignarsköttum, fráveitu og vaskjaldi eru líklega það hæstu á landinu per íbúa. Og þá kemur í ljós að við það eitt að taka til dæmis 202 fermetra hús og flytja það inn í Mosó, þá sparast svona 250.000 ári í fráveitu, vaskjald og fasteignaskatta. Og þetta búið að hækka á þessu 4 ára kjörtímabili Sjálfstæðisflokksins 39,7%. Á sama tíma þá hefur launavísitalan hækkað 23% og neysluvísitalan 15%. Þetta eru auðvitað skattahækkanir á þessari vakt. Þannig að, þú veist, ég leið og ég að ræða þetta, þá vil ég segja það að ég skil þann rekstur sem í gangi, ég skil ágætlega þær tölur sem liggja baki og auðvitað hræðist ég líka vinn minn hér til hægri sem að auðvitað sitja mér á vinstri hönd. Vegna þess að aðhald á tekjuhliðinni sem nýtt orðið við skattahækkanir sem að Guðmundur Ari fyrir leiðtogi samfélkingarna á Seltjarnarnesi talar sem mest fyrir og vildi skilda okkur til þess að fara í hámarks útsvar. Eru þetta ekki að skila okkur neinu því sem að máli skiptir. Við erum með útgjaldavandamál hjá sveitarfélögum, ekki tekjuvandamál. Kristinn, það verið að vísa í orð þín eða félagaðina líka, ekki þín, vísa í orð félagaðina það. Og það hafa menn talað svolítið það, og svo nefndi sjálfur hún, að reksturinn þurfa að vera sjálfbær. Og hvað viljið þið gera til þess að bæta stöðuna? Viljið þið hækka álögur eða draga þjónustu? Ég held þetta snúist nú eins og Skafti sagði réttilega, ég held að við Skafti séum bara sammála útrúlega margt að ég veit það alveg, við erum með hæstu skatthyggjur per haus á landinu. Ég held að þetta snúist meira það hvernig við rekum þetta sveitarfélag og mér hefur fundið skorta plön, skorta áætlanir og þessi viðhaldsskuld sem við höfum búið til kemur ekki bara allt í einu hún út af einhverju, út af því að okkur hefur vantað kannski framsýni að vera skynsöm, sína ráðdeild og þetta bara feikilega dýrt eins og viðgerðan á Valarsskóla, það var ekkert að fara í nýtt útboð, það þurfti að bregðast við sem bara var fínt. Ef við hefðum átt
peninga fyrir því, þá hefði það verið enn betra, en peningarnir sem fengust úr sölu á hjúkrunarheimilinu fóru í að byggja upp og laga hennar skóla, en nú erum við að byggja leikskóla, nýjan, hérna hinum með við göttuna, sem kostar cirka 1,5 miljard og það ekki til neinn peningur fyrir því, við þurfum að taka það allt að láni og það kemur til með að auka enn þrýstingin á bæjarfjármálin, þar sem það bætist enn við fjármagnsgjöldin sem eru nú þegar verulega há. Og hvernig viltu breyta því? Já, við þurfum bara, eins og sé, að endurskoða hennan rekstur, sína ráðdeild og fara ofan í þetta allt saman. Sko, ég held að við þurfum að byggja upp svolítið löng plön. Við getum ekki alltaf verið að slökka og elda bara 1 ár og 1 ár og 1 ár. Við þurfum að horfa til 8 ára eða 12 ára til að vinna okkur út úr þessu vanda. Þór, Skafti nefnir hérna að fasteignagjöldin hafa hækkað mjög mikið. Þau velta á fasteignamatinu og eins og allir þekkja fasteignamarkaðin, það orðið miklar hækkanir þar og það náttúrulega skila líka bæjarsjónum auknum tekjum. Kæmi til greina að lækka það til dæmis? Við gerðum það þegar við tókum við hérna 2022, þá mættu við hækkun fasteignamats með myndarlegum hætti. Við höfum tekið þessu umræði meirihlutanum og verið ásattum það og í ljósi þess að við höfum verið að gangi í gegnum þessi áföll sem hafa verið tíðnefnt hérna að gera þetta ekki en við erum alveg opin fyrir því að gera þetta því að fasteignamat hér eru hækkað langmest á landinu og það segir líka ákveðna sögu verðmæti fasteigna hér, þannig að þeir sem að kaupa fasteign hér eru aldeilis ávaxta sitt pund. Opin fyrir því, hvað þýðir það? Ég bara vil skoða það, bara að mæta því á einhverju tímapunkti að lækka álagsstöðul fasteignagjalda. Við höfum gert það og gerðum það semst á þessu kjörtímabili. En kannski fasteignamat hækkar árlega, þannig að við höfum ekki gert það núna seinni part tímabils, en aðeins til að bregðast því sem að Kristinn segir hér að hér sé ekkert viðhald en eitt slíkt sko, það náttúrulega eðlilega viðhald á öllum fasteignum bæjarfélagsins, en það mætti vera meira og hefði mætt vera markvissar gegnum tíðina, ég alveg sammála því, en þannig þá bara háttað hjá öllum sveitafélögum bara landsins að ég ekkert vissum að sveitafélög og opinbera aðila séu endilega frábærir eigendur fasteigna. Það sýnt sér bara hérna hinum við landamörkin í Reykjavík að annarhver skóli virðist vera miklaður og mikil vandamál þar og þannig að þetta ekkert einstæmi hérna í okkur en við getum sannarlega brett upp ermaðar, ég alveg tekur til það. En það sem kannski sérstakt hjá okkur eru þessi einhafi tekjupústar. Við erum með útsvarið, síðan erum við svo lánsöm að jöfnunarsjóður, það sem við erum að fá þar komið upp í hátt í miljard sem var 140 milljónir fyrir 10 ára síðan, þannig að þessi aukning frá jöfnunarsjóði sveitafélaga held ég hafi bara bjargað mjög miklu í fjárhag sveitafélagsins og við erum bara mjög heppin með það, en mörg sveitafélög kringum okkur eitthvað lóðir að selja og við höfum það ekki og mörg sveitafélög eru með hafnir og þar sér maður fallega ársreikninga en þetta áskorun og ég held að við þurfum að vera svona óbáslega mjög fókuseruð á þennan rekstur og ég veit að menn eru að reyna að gera það en við þurfum að hafa langtíma sín, við leysum þetta ekki á einu kjörtímabili. Ég held að ég geti stungið að Kristni ef hann gengi vel að nota þetta trikk Erlisnæs í Reykjavík. Við setjum á félagslegu húsnæði, getum fært það bara í félag, allt bókað á kostnaðarverði og bara skrúa það upp í 500-600 milljónir sem væri markaðsverði og allt í einu þá lækkuðu bara skuldirnar 400 milljónir. Þetta bara Hvað segir þú? Væri gaman að búa til félag eins og Félagsorka Reykjavík, en þeir komast upp með það. En það ekki allir sem aðrir komast upp með það. Það myndi nú telja mjög lítið í heildarskuldunum. En þá alveg ljóst að til dæmis einhverju draumárar tekjur af ferðamennsku. Ég skora nú á í raunni félaga mína að hugsa til þess hvort raunverulega vilji sér til þess að Seltjarnarnesi að bæta enn frekar í það sem nú þegar Það búið að vera kosningalofur Sjálfstæðisflokksins núna í 8 ár að búa til einhverju ferðamálastefnu. Henn síðan útvistað til markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins sem kemur með 2 blaðsíður af því sem að allir á Seltjarnarnesi vissu fyrir og við borgum milljónir fyrir. Ég hef aldrei vitað annars peninga vittleysu og þar af leiðandi finnst mér blasa við gerum þetta eigin spýtur, við eigum að fara að sjálfsögðu, eins og ég veit að Kristín sammála mér og líklega við allir, við eigum að fara að rukka fyrir og taka gjald fyrir bílastæði út yfir Gróttu, en
Ég legg til að félagi mínu spyrja að því, einhver viljið til þess í þessu bæjarfélagi auka en umferð Seltjarnarnes? Og ég segi nei. En ef við svona Sammála. tökum hérna svona smá hliðarhopp hérna af því að leikskólanir og leikskólamálin hafa verið mjög áberandi í allri sveitarstjórnarumræðu bara núna í vetur og undanfarna vetur og undanfarna áratugi kannski en sérstaklega núna á vorinu. Og það er svona sem menni hafi verið að fara nýjar leiðir og þið eru þar á meðal en það hefur ekkert alltaf, hugnast ekki öllum hvernig sem það hefur verið gert og það er líka svona menn veltaði fyrir sér þar þurfa allir að finna sína leið og sína útfærslu. Nei, sko, ef þú má ég svara? Ég byrja á þeim. Sko, já, við horfum á þessa leiðir og við bara horfum á líka að því okkar ráðningafólk, það er ekki eins og sé lagervara heft leikskóla starfsfólk því miður, eins mikilvægt að það er að við horfum á fólk sem komið til okkar, það valdi frekar að fara í Garðabæ eða Hafnarfjörð eða Kópavog þar sem var búið að breyta módelinu, stytta vinnutíman og voru betri aðstæður. Við fórum fyrst og fremst í þetta til að vera samkeppnishæf fólk. Við erum svo heppin hérna á Nesinu að vera með 59% fagmenntara leikskólakennara. Það er bara okkar gæfa. En það var allir líka því að við lentum í gíslingu KÍ hérna í 7 vikur síðastliðin ári. Það sem að leikskóla Seltjarnarnes var teknir í verkfall. Við viljum vanda til og við komumst niður það er nú búið að stytta vinnutíma okkar niður í 36 stundir en vinnutími barnana var 42,5. Þannig að nú erum við að reyna að komast niður í 40 tíma vinnuviku með krakkana til að efla, það er raun grunnmarkmið að samvera fjölskyldunar. Það er raun það sem þetta snýst allt Eins erum við í basli með það með orlofsrétt að því allir eru 30 daga orlofsrétt og lokun leikskóli í júli dugir ekki einu sinni til að taka út orlofið. Þannig að við áttum víðtækt samráð við foreldra, gáum þeim heila viku til að skila inn í samráðsgátt og af 250 leikskóla rýmum sem við áttum þá erum við með 9 athugasemdir sem við fengum. Þannig að við erum svo stolt af þessu og svo virðist það bara fína viðtöku við þessu að sækja fyrir klukkan 2 á föstudögum til að mynda, þá ferðu ákveðin kjör og það er bara yfir 50% foreldrar sem er búin að samþykkja að gera það. Ég er glaður með þetta. Kristín, hvernig líst þér á það útfærslu sem er verið að legg sem menn eru lagður að stað með? Já, það er alveg ljóst að það þurft að gera eitthvað og það er bara ekkit undarlegt að einhvers staðar verða menn að byrja og gera tilraunir. Ég held að sé lykilatriði í þessu og eiga samtalið, ég held að þetta sé 6 mánaða prufukeyrsla á kerfinu og ég held að eftir það þurfum við bara að setjast niður, meta árangurinn með starfsfólki, okkar frábæra starfsfólki, foreldrum og ég er alveg samferður að kemur eitthvað gott út úr því. Skafti, hefur þú skoðað þetta? Já, í sjálfu sér þessi aðlögun að nýrum vinnutíma opinberra starfsmanna eru þetta vandamál hvarvetna. Þetta er ekki bara í leikskólanum, ég hef meiri ágjör á því að það virðist vera búið að fresta því fram yfir kosningar og þó leiðir mig að það er rámt með það hvenær börn verða tekin inn á leikskólan núna. Og við hjá miðflokknum, við höfum mikið hug á því að gefa fólkinu okkar foreldrunum, ungum foreldrunum valkost með því að bjóða heimgreiðslur fyrir tímabili frá lokum fæðingarorlofs til 18 mánaða aldurs, en nú vitum við reyndar ekki hvort að börn verða einu sinni tekin inn við 18 mánaða aldur. Því að það er samkvæmt foreldrar sem ég verið að tala við, þá er það ekki lengur að þau fá ekki svar við því. Ég vil bara taka undir með Skafta. Það fýsur okkur að vita og þá komum við aftur af því sem að ég held að skipti miklu máli. Kristín kemur á þetta varðandi, ég er nú engin 10 ára áætlunarmaður eins og hans flokkshestar, en eftir sem áður verðum við að horfa inn í framtíðina og mér kemur það alltaf óvart á Seltjarnarnesi að það skulle ekki vera haft samráð við Hagstofunni um það hversu mörg börn eru á hvaða aldri sem að búa á Seltjarnarnesi. Það er eins og að koma okkur alltaf bara algjörlega í opna skjöldu að það séu stórir árgangar. Já, ég get bæði verið sammála og ekki því að inntaka er á vorin hjá okkur og það er ekki sem benn til að inntaka verði eftir kosningar, hún verður bara núna fyrir kosningar og er í gangi. Það er samráð í gangi og sviðstjórnin bara er á fullu í þessu með leikskólastjórnendum sem að stýra þessu. Þannig að hversu langt við komumst inn í árið 24 er bara að fæðast núna. Það eru 15 aðflutt ný börn í bænum
núna á þessu ári sem við erum að eiga við núna og vonandi finna einhverja helstaða lausn á, þannig að við lendum ekki því sama og lendum í fyrra þegar við þurftum að opna leikskóladeild. Ekki gleyma því að af hverju opnaðum við leikskóladeildinni fyrra? Það var vinur okkar Reykjavík sem lokuð á dagforeldra barna, nema barni eftir lögheimili í Reykjavík. Þá lendum við í vandræðum. Nú þurfum við aðeins að fara að herða á okkur ef við ætlum að snerta á fleiri málum og þá er hinn sívinsælu skipulagsmál og Seltjarnarnes lítið og lágt, segir í kvæði Þórbergs og það vita það allir að það er kannski ekki mikið svigrúm til stækkunar. Það var nú til dæmis í vetur samþykkt að friðlýsa stærra svæði kringum Gróttu. Þar greitið þú einn atkvæði gegn. Af hverju gerðu það? Já, ég bara... Var það þess að verja land fyrir bæinn? Nei, alls ekki. Já, ég vil raun bara ekki öll þessi ríkisafskipti. Ég skildi ekki félaga mína og en þú veist, ég virði náttúrulega lýðræðislega niðurstöðu bæjarstjórnar og mér finnst þetta bara alveg fráleitt og það var búið að mildari tillaga sem var lögð fram og ég þarf ekki að fellt mig á hana. Mér finnst gaman að sjá lífið á Seltjörn með þessum flugdregum og seglbrettum og þess að sem bara vindnúið, ekki einhverja sæþotur, bara vindnúið og umhverfisvænt og fallegt. Ég hef aldrei séð neitt stórfelldan fugladauða verða af því. En svona hvað sér þið fyrir þér í þessu þrönga stakk sem að bærunni hefur? Já, þú veist, við klálega þurfum að bregðast við þarna út í Gróttu. Það er allt mikil umferð og ágangur á það svæði og þetta er eins og ég sagði í morgun í bítinu að þetta er okkar Markúsartorg og við okkur ber að verja það og standa vörð það og jafnvel ná í tekjur af því svæði til að byggja það upp. Svo varðandi miðbæinn og miðbæskipulagið er hér eftir og það er bara eitthvað sem að væri voða gaman að gera í samráði við íbúa í skilu. Við þurfum að hlusta á þá. Kristinn, skipulagsmálin, hvað er brýnasta verkefni þar? Já, það eru við erum með lóð á Austurströnd sem er að losna 29 og við erum með lóð hér á Eiðistorgi. Ég vil bara setja strax í gang vinnu við að finna út í samvinnu við íbúa og hagsmunaaðila eins og verslun og þjónustu hér, hvort að við getum ekki gert eitthvað gott, byggt bæði nýtt verslunarhúsnæði og íbúðarhúsnæði og í samvinnu við þessa aðila en skipulagsferlið er langt og ég held að sé mjög mikilvægt að byrja þessa vinnu því að þegar við fáum þessa lóður upp í hendunar eins og 29 þá er ekki byrja þá, það er of seint, við þurfum að hafa framtíðarsýn og okkur vantar meira fólk og okkur vantar, það er fínt að fá pening fyrir þessar lóðir, góðan pening. Okkur vantar meira fólk, segir Kristinn, vantar kannski meira pláss eða vantar, hvað segir þú Skafti? Það er ekki tilgangur sveitarfélags að fjölga þeim sem búa þar. Það er tilgangur sveitarfélags að láta þeim líða vel sem búa þar. Í skipulagsmálunum höfum við auðvitað hort mikið til þessa máls, ég hræðist auðvitað mjög það að ég nota það er lóðir, þess að tværi rauninni til þess að virkilega lækkar skuldi bæjarfélagsins og það gerist þá ekki nema með háreistum byggingum. Ég vil frekar fórna einhverjum 100 milljóna króna fyrir það að vera með lágreista byggð í takt við það sem íbúarnir óska og ég vil heldur ekki setja þrýsting á innviðina hérna. Nú, í skipulagsmálum verðum við líka að taka til samgönguáætlunina. Það er svo komið að við erum að greiða á 100 milljónum til dæmis til strætó. Í núverandi samgönguáætlun er gert ráð fyrir því að nánast tvöfaldist kostnaður við almenningssamgöngur. Þannig að við eigum að fara að borga yfir 200 milljónir. Það er reiknað með að ríkið kom inn, ég treysti því mátulega. Og ég er fann að halda það að það sé ódýrasta leiðin fyrir okkur er að hætta samningi við strætó og vera hér með léttvagna sem að ganga hér út á Eiðisgranda, út á Fiskislóð og að stoppistöðum niður í bæ. Þór, það hafa nú margir svona kollegar þínir svona hérna í kringum Reykjavík tala um að þau eru að endurskoða samgöngusáttmálun sem að Seltjarnarnes er aðilega að. Er það ástæða til þess? Já, hann er náttúrulega bara í stöður endurskoðun af því að menn eru með puttan á púlsinu þar. Ég hef svo sem verið að skoða líka bara kosningapjessa nágranna sveitarfélagana og ég held að mér heyrist nú allir vilja opna allavega þennan almenningssamgangna hluta af þeim samningi og rýna betur í hann.
Það er ekki engu blöðum það að fletta að hér vandamál með samgöngur og það er ekki síst í Vesturborginni og hún er aftarlega á merinni í samgöngusáttmálan. Þannig að við erum bara áhyggjur af Hringbraut og leiðum til og frá Seltjarnarnesi, ekki síst fyrir neðraðla. Ef ég má trufla þig fyrir Þorminn, af því vorum að tala tekjur af höfnum hjá nágrannum sveitarfélögum og þá held ég að framtíðarsýn okkar svo að við verðum með ferju frá Bakkavör yfir til Kópavogs því að það verður eina leiðin til þess að komast og fáum þá tekjur fyrir auðvitað hafnsækna starfsemi. Þetta væri gaman að heyra. Væri gaman að heyra. Bara svona, gaman að sjá. Liggur við í já eða neisp eða eins atkvæðis svari af því hérna hefur áratugum samansetti sami meirihluti ef það verður nú breyting á því í vor. Þór, með hvorum þeirra myndur helst vilja starfa? Ég vil bara starfa með mínu fólki. Það hefur alltaf verið þannig og ég get ekki svara neitt öðruvísi og ég held að bæjarbúar séu rosalega ánægð með það sem við höfum framfæra. Hvað segir þú, Kristinn? Stendar hreinum meirihluta? Já. Og þannig þá þarf maður ekki að velja neitt. Við finnum mikinn meðbyr og þetta er bara skemmtilegt og við sjáum bara hvað kemur upp á kössunum. Skafti? Já, það er svolítið merkilegt. Ég var nú að spjalla við Þóra áðan, sko. Í rauninni er nánast óhjákvæmilegt að meirihluti Sjálfstæðisflokksins falli í vor. Hann verður annarkvort þannig að við náum inn manni, ef ekki betur. Eða þá að atkvæði falla það mörg dauð að þá nær Kristinn inn meirihluta. Nei. Við sjáum hvað setur 16. maí, látum þessu loki hérna á bókasafni Seltjarnarness. Ég þakka Kristni Ólafssyni, Skafta Harðarsyni og Þór Sigurgeirssyni fyrir komuna. Verið sæl.